Hvað þýðir hlutfallið 2 á móti 5 eða 1 á móti 4? Jú, það þýðir ef ég að blanda einhverju saman og set 2 einingar af þessu, þá að koma 5 af þessu. Ef ég set 1 af þessu, þá koma 4 af þessu. Þetta algengt þegar við lesum aftan á ávaxtaþykni. Þá að setja 1 af einhverju, ég get sett 1 glas, 1 bolla, 1 desilítra, 1 af einhverju og svo kannski 4 af þá vatni. Þetta getur verið hvernig að blanda saman steypu, blanda saman einhverjum efnum í einhverju sem við erum að gera, þá gefið upp hlutfall og það sem lykilatriði, ef það texti, þetta á móti þessu, þá það sem á undan í textanum, það fyrri talan, það sem á eftir í textanum seinni talan. Sjáum það pínu hérna. Í skólafræðilagi eru 169 nemendur. Hlutfallið milli stráka og stelpna 6 á móti 7. Það þýðir 6 strákar fyrir hverjar 7 stelpur. Strákar á undan í textanum, 6 á undan hér, þá passar það saman, stelpur á eftir, 7 á eftir, það passar saman. Hvað eru margar stelpur? Mér finnst auðveldast að hugsa þetta þannig að hver minnsti hópurinn? Ég ætla ekki að byrja hér. Minnsti hópurinn sem ég get haft, þannig að þetta hlutfall gangi upp. Jú, það eru 13. Ég get ekkert verið með færri en 6 stráka og 7 stelpur. Það ekki hægt að vera með minna. Ef ég er með minna þá riðlast hlutfallið. Ég get ekkert verið með 3 stelpur og 3,5 strák. Það ekki til þess sem þetta hálfur strákur. Þannig að það eru 13. Ok. Hvað eru 169 margir svona hópar? Þá ger ég 169 deilt í 13 og þetta eru þá 13 þannig hópar. Og hvað ger ég þá? Jú, stelpurnar eru 7, muniði, og ég með 13 svoleiðis hópa, þá ger ég bara 7 sinnum 13 og ég fæ 91 stelpa. Ég gæti klárað, strákarnir eru 6 sinnum 13 og það 78 og þegar við leggjum þannig að legg þetta saman, deil upp í fjöldan og svo þarf ég að passa hvað spurt. Svara því sem spurt en ekki endilega vera að svara ykkur allt öðru.